Bæði þetta náttúrulega ógn bara við líf okkar og lífkerfi jarðar, en mér finnst oft svolítið gott að líta á þetta sem tækifæri, tækifæri til þess að lifa betur, lifa hægar, njóta meira. Ég heiti Björk Brynjarsdóttir, ég er 26 ára og ég er stofnandi Jarðgerðarfélagsins, auk þess sem ég vinn sem þjónustuhönnur hjá Reykjavíkurborg, plötusnúður og í alls konar vinnustofu hönnun og leiðbeiningu. Ég lærði í háskóla í Danmörku sem heitir Kaospilot og þetta er 3 ára mjög verklegt nám í frumkvöðlafræði, það getur kannski regnhlífar heitið yfir þetta. Jarðgerðarfélagið er verkefni sem fór af stað eftir að ég flutti til Íslands og hafði kynnst jarðgerðaraðferð út í Danmörku. Og ég settist bara niður með 2 vinum mínum og við vorum einhvern veginn að pæla loftslagsmálum og vorum allt í einu með eitthvað tól sem var frekar spennandi. Og ákveðum bara að kýla á þetta og sjá hvað myndi gerast og ákveðum að fara leið að þessu sem fólst í því að selja fólki tunnur en að halda með því vinnustofur þar sem fólk læri þetta og hitta fólk sem hafði annars ekki hitt og aðeins að ræða loftslagsmál og gefa líka fólki tækifæri til þess að vinna gegn loftslagsbreytingum á hátt sem felst í að fá að gera eitthvað með höndunum sem samt ekki krefjandi og getur integreitað inn í daglegt líf og þú þarf ekki að vera með veskinu eða borga eitthvað eða eitthvað álíka. Síðan fengum ótrúlega góðar viðtökur og Íslendingar voru ótrúlega spenntir fyrir þessu og það varð mjög hratt til samfélag af bæði iðkendum og áhugafólki sem var komið upp í hátt í 2000 manns núna. Þannig að ég heyrði í Júlíu Mirjam Brenner sem er vinkona mín og samstarfskona núna. Við bara ákveðum að kýla aðeins á hugrekkið og sjá hvort það væri hægt að breiða þetta út og gera þetta stærra og gera þetta tóli sem er ekki bara fyrir einstaklinga heldur fyrir sveitafélög og fyrirtæki mögulega líka. En svo erum við í samvinnu við Rangárvallasýslu og Sorpstöð Rangárvallasýslu og Landgræðsluna að vinna að verkefni sem er fyrsta verkefni sinna tegundur í heiminum. Það sem við erum að kvarða upp þessa aðferð til þess að meðhöndla lífrænan úrgang frá heilli sýslu og nota síðan afurðina innan sýslunar í landgræðslu. Bokashi er síðan aðferð til þess að jarðgera lífrænan úrgang eða matarsóun og ég kynntist það sem í náminu mínu í Danmörku. Moltun er það sem kannski grunninn er að gerast þegar við erum að horfa á eitthvað eins og matarsóun eða lífrænan úrgang eða hvað við viljum kalla það sem við erum búin að vera að henda til hliðar lengi sem bara auðlind og hráefni og þegar við nýtum hana sem auðlind þá eigum við kost á því að græða uppland og styrkja jarðveg í staðinn fyrir að hún hefur bara neikvæð áhrif hvað var útblástur og mengun. Loftslagsmál eru málefni sem varða alla einfaldlega vegna þess að bæði er þetta náttúrulega ógn bara við líf okkar og lífkerfi jarðar en mér finnst oft svolítið gott að líta á þetta sem tækifæri, tækifæri til þess að lifa betur, lifa hægar, njóta meira, fá að vera meira í samveru og núna þegar þetta er orðið þetta er svo nálægt okkur og þetta er ekki svona nálægt okkur, við erum í þessu að sama skapi þá erum við líka að vinna á loftslagsmálum sem samfélag með því að gefa fjölbreyttum lausnum tækifæri. Jarðgerðarfélagið og það sem við gerum, við erum ekki með töfralausn og þetta er ekki að fara að bjarga stóru málunum og við þurfum í rauninni að búa til rými fyrir færri töfralausnir, fleiri bara góðar lausnir. Við erum að reyna að navigata eitthvað ákveðið tightrope milli þess að vera eitthvað ofur bjartsýn og ofur neikvæð og þar á milli er línan sem er vonin. Af því vonin er bara hún kallar á framkvæmdir, hún kallar á hugsun, hún kallar á samkennd og þannig hefur þetta svolítið þróast.